Yngvi, hörkuleikur, hann endaði ekki eins og við hefum viljað kannski. Nei, við kannski bara byrjaði því að óska Gnúpinu til hamingju. Þetta var góður sigur hjá þeim og að samanskapi var alveg, það er eitt að tapa leiknum en annað að missa Nemanja út sem að hugsanlega í meiðsli sem að kláraði tímabilið hjá honum. En þú veist, ég er ekki að ætla neinum að reyna með það neitt, en ég er búinn að vera að kalla eftir því að verja hann og menn bara skella bara skollaðurum við því og enda bara svona. Ég er ekki að álása Gunnlaugi eða Gíu, þetta var bara, þú veist, þetta var óhapp en klárlega ætla þeir að koma í leikinn og lemja á honum, en þetta er ömurlegt að horfa upp á þetta, en svona gerist í íþróttum. Var þetta of stór biti fyrir liðið að missa hann út á svona snemma í leiknum? Mér fannst við eiginlega jafn okkur frekar fljótt og ég verð að hrósa liðinu mínu að þú veist, það hefði verið rosalega auðvelt að horfa eftir besta leikmannum liggja í gólfinu og þú veist með hnéskil út af hlið og gefast upp, en mér fannst við fá svona svolítið byr í seglin, en það var vel gert hjá Gnúpinu og alltaf þegar við vorum að fara að klára það, eða þú veist svona komast að þeim, þá komu þeir með stóra körfur og við kannski eins og í byrjun fjórða 84-82 og við fáum einhverja 3 möguleika og við fórum bara eitthvað sóló sem að ég frekar ósáttur með, en heilt yfir, ég meina við tökum 34 víti sem ég er rosalega ánægður með, við erum með 67% nýtingu, þú veist það eru 20 eitthvað víti og þú veist þeir eru með 82% vítanýtingu. Þeir eru með 44% stiga nýtingu og þar eiginlega kannski, þú veist, liggur hundurinn grafinn. Gífurlega físíka leikur, mikið af villum, manni fannst samt eins og það hefði verið að hugsa, sko línan var ágætt fannst okkur allavega sem vorum að horfa á hann, en hefði verið hægt að dæma miklu meira. Þetta tekur kannski toll að spila undir svona pressu í svona langa tíma? Nei, þú veist, mér fannst dómarinn standa sér vel. Ég hef ekkert út á dómgæslan að setja. Mér fannst bara lína hjá þeim góð og ég meina, þú veist, þú veist, síðast sem ég gera er að fara hvart yfir dómgæslu eftir, þú veist, tapleik sem þennan. Þú veist, fyrsta lagi að Gnúpur það ekki skilið að okkar hálfu og öðru leyti, þú veist, þetta gerir þetta erfiðara. Ég meina, ég heyrði að Matti sagði að þeir hefðu unnið okkur með Nemanja, hann er bara bulla og hann veit það og út af því að hann hefði ekki átt neina leikmenn eftir inná og en að því sögðu, þú veist, þá bara frábært comeback hjá okkur og í fyrra þá hefðu við, þú veist, að fara inn í klefa eftir leik sem að, þú veist, tapleik og menn eru, þú veist, í sárum og það sýnir þetta hversu langt við erum komnið frá síðasta tímabil og ég sem þjálfari auðvitað bara stoltur af mínu strákum, en þú veist, það er bara áfram gakk, það er bara næsti leikur. Þegar FSU næst, væntanlega verður Nemanja ekki með í honum, hversu alvarlegt sem þetta er, þó þetta sé, við vonum náttúrulega að þetta sé bara eitthvað lítið en þetta leit ekki vel út. Þetta verður erfiðara eða ekki án hans? Sko, klárlega, ég myndi aldrei gambla með heilsu leikmanns, við skulum bara hafa það alveg hreinu og ég ætla að vona það að þú veist, það sé hugsunarháttur allra í þessu sporti, að gambla ekki með heilsu leikmanna. Þú veist, ég ger ekki ráð fyrir honum endilega bara út tímabilið, ég meina þá eftir að koma í ljós hvort hann sleit krossbönd eða hvað sem er. Þetta er bara okkar vilji að þú veist að Nemanja nái sér á fullu, við elskum hennar dreng og við viljum sjá hann með okkur í framtíðinni. Þú veist, ég var rosalega ánægður með þá sem kom inn. Þú veist, við erum ekkert slæmt lið þó án Nemanja, en við erum þetta miklu betri með hann. En nú þurfum bara að sjá svona úr hverju við erum gerðir og við þurfum að grafa djúpt og þú veist svona leita inn á við og bara jafna okkur á þessu og það er bara næsti leikur og FSU verður andstæðingur. Ekki spurning, gangi ykkur vel í þeim leik og áfram. Takk fyrir.